Í æskulýðslögum frá 2007 kveðið á að sveitarfélög skuli hlutast til að stofna ungmennaráð og eru þau hugsuð til að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Það eru 31 sveitarfélag sem hafa stofnað ungmennaráð og Húnaþing vestra eitt þeirra. Þú ert búin að sitja í þessu ráði í hvað, næri 2 ár? Já, við erum búin að sitja 14 fundum og við reynum að hafa fund fyrsta mánudag í hverju mánuði. Svona auðvitað lýðrast það til eftir þörfum. Og hvað fjallið þið? Þetta bara snýst hagsmuni ungs fólks í sveitarfélaginu og það getur hver sem sendt bréf að komi erindi til okkar, okkar starfsmannana, og við tökum það fyrir á fundi og þá sendum við það til viðeigandi staða, svo sem sveitarfélaga eða smærri nefnda eða eitthvað, vegagerðar eða hvað sem það heitir. Og reynum að sinna því þar til að kemst í gegn og fáum almennilegt svar. Þannig að þið takið frá öðru ungu fólki, einhver aldursmörk af því hvað það má vera ungt eða? Nei, við sinnum öllum. Þið sinnum öllum upp í 18 ára aldur? Ég held að það sé upp í 25. Já. Og hvernig mál hafið þið verið að fá inn á borð til ykkar? Það alls konar. Við erum búin að kaupa íþróttahús, við erum búin að kaupa grunnskólann og tilfærslur á sorptunnum af því að það er á stöku stað hér og ekki allar mjög hentugar. Og kaupum hingað og þangað og við erum að hafa verið að styrkja og við styrktum æskulýðsfélagið ferð og núna í desember síðastliðinn þá keyptum við með umhverfisstjóra og umhverfissviði leiktæki upp við grunnskólann hérna. Keyptum 3 leiktæki og já, við höfum verið að gera svona hingað og þangað. Er einhver svona sérstök mál sem að brenna mikið á ungmennum hérna á þessu svæði? Sko, þetta ennþá svo nýtt. Þetta bara ár og ungmenni eru enn að átta sig á þessu. Hvernig hafið þið kynnt það fyrir öðrum krökkum? Við fórum og töluðum við þau og maður hefur bara verið að spjalla við þau þegar maður hitti þau og þau vita alveg af þessu. Og maður hefur alveg lent í að krakkar komið til mann og segja að það þurfi að bæta hitt og þetta. Þannig að krakkar hafa alveg skoðanir á því hvað má betur fara í þessu sveitarfélagi. Já. Og hlustað á ykkur? Já. Það fer allt í gegnum sveitarstjórnina og sveitarstjórnin held ég bara samþykja allt hjá okkur. Þau eru mjög jákvæð fyrir þessu hjá okkur og reyna að gera okkur mjög margt til hags. En hvernig þetta samansett, ungmennaráðið? Þetta eru 5 ungmenni. Það voru 2 hérna sem voru lýðræðislega kosnir úr dreifnáminu og 1 frá æskulýðsfélaginu. Svona það formaður nemendaráðs í grunnskólanum og 1 frá ÖSFH. Ungmennafélaginu? Já. En hvað telur að þið lærið á því að vera í ungmennaráði? Við lærum auðvitað lýðræðisleg vinnubrögð og samvinnu og auðvitað bara stjórnmálaskoðanir og svona. Þetta við sem þarf að taka afstöðu og svona. En þið eru ekki bundin einhverjum stjórnmálaflokkum, Nei, alls ekki. Nei. Bara að taka skoðun, það er svo mikilvægt að geta tekið skoðun. Já. Staðið með hana. Tekið afstöðu í málum og slíkt. Þannig að þið eru líka að læra ákveðna svona rökhugsun og svona. Já, og færa rök fyrir málíka. Já. Þannig að nú 31 sveitarfélag á Íslandi búið að stofna svona ungmennaráð. Finnst þér að hin eigi að fylgja í kjölfarið? Já. Og þegar við fórum hingað í nærliggjandi sveitarfélag og vorum að kynna dreifnámið, þá kynntum við líka ungmennaráðið og nemendur voru mjög spenntir fyrir þessu. Og það voru sveitarstjórnarfólk á þessum fundum yfirleitt og þau spjölluðu mikið það að þau yrðu að stofna ungmennaráð. Og þau tóku mjög vel í það allir og ég vona að þau bara drífi sig í því. Já, því þetta bundið í lögum. Já, en eins gott að fara að byrja á þessu.